Sæl. Vissir þú að markaðsmálin eru stærsti þátturinn í árangri fyrirtækisins þíns? Þetta kom mjög skýrt fram í rannsóknarsamantekt sem var kynnt síðastliðinn vetur upp í Háskóla Íslands af þeim Þórhalli Erni Guðlaugssyni og Friðrik Eysteinssyni, og þar var sýnt fram á það að það sem við talaðum sem markaðshneigð og markaðsleg færni eru það sem skiptir mestu máli. Það sem var mjög áhugavert fyrir okkur sem rekum lítil fyrirtæki er að þetta er óháð stærð. Þannig alveg sama hvort þetta er risastórt alþjóðlegt fyrirtæki eða hvort þetta er fyrirtæki sem að þú rekur úr bílskúrnum heima hjá þér, markaðsmálin skipta máli. En ég meina það er líka mjög lógist. Það er markaðsstarfið sem að næri viðskiptavinna, og ef þú ert ekki með viðskiptavinni þá ertu náttúrulega ekki mjög lengi í business. En ertu að gefa markaðsstarfinu vægi í samræmi við þetta? Ertu að gefa þér nægan tíma? Þetta er ráðleggingi mín þessa vikuna til þín. Farðu með þig dagbókina þína, blokkaðu tíma fyrir markaðsstarfið, hálfan dag í viku, morgun eða eftirmiddag. Ég mæli ekki með því að það séu mánudagsmorgnar, og föstudags eftirmiddag þá er maður yfirleitt svona komin með hugan við eitthvað annað, þannig að það er kannski ekki góður tími heldur. Settu þetta inn. Þetta er bara tími sem að þú ert búin að bóka hjá þér í markaðsstarfið, ekki færa hann til, ekki bóka eitthvað annað, ekki afbóka. Stattu við það. Sinntu markaðsstarfinu einn morgun í viku. Til dæmis tilvalið að sinna því alltaf eftir þú ert búin að fá pislana frá mér. Hei. Þetta er mikilvægt. Gerðu þetta, og í næstu viku þá ætlum við að hittast og þá ætla ég að tala við þig af hverju við getum ekki bara ætlað að selja öllum. Hlakka til að segja það.